Davíð Oddsson seðlabankastjóri segir að ekki sé verið að gera neitt til að rannsaka aðdraganda bankahrunsins og að fjármálaeftirlitið, ríkisstjórnin og bankarnir hafi ekki hlustað á viðvaranir Seðlabankans. Hann krefst rannsóknar erlendra sérfræðinga á hlut Seðlabankans í bankakreppinu og boðar að leiði hún til þess að bankinn hafi brugðist, þurfi ekki að reka hann því þá fara hann af sjálfdáðum úr bankanum. Heimir Már Pétursson. Það verður seint sagt Davíð Oddsson að honum vefjist tunga tönn, en hér á morgunverðarfundi viðskiptaráðs í morgun hélt hann ítarlega varnarræðu fyrir Seðlabankann og skaut jafnframt föstum skotum á aðra og í allar áttir. Ef draga ætti saman í sem skemmstu máli það sem Davíð sagði í ræðu sinni, þá segir hann að Seðlabankinn hafi bæði opinberlega og á lokuðum fundum með formönnum stjórnarflokkana, fleiri ráðherrum, forráðamönnum bankana og fjármálaeftirlitsins ítrekað vara við veikri stöðu bankana undanfarið 1,5 ár en enginn gert neitt. Nú þættust menn verið að leita að sökudólgum þótt lítið væri framboð á þeim en skilja mætti að þeirra væri helst að leita í Seðlabankanum. Á þessi aðvörunarorð var lítt hlustað og því ekki eftir þeim farið. Og enn spyr ég hvort ekki sé líklegt að það hefði fremur verið gert ef fjölmiðlar landsins hefði ekki verið í þeim heljarfjötrum sem þeir hafa verið í alllanga hríð. Davíð segir að viðvaranir hafi líka verið settar fram á lokuðum fundum. Bæði á fundum í bankaráði með forráðamönnum fjármálaeftirlits og forráðamönnum bankana og stjórnvöldum í landinu. Var þá hægt að kveða fastar að orði en gert var opinberlega. Þá hafi Seðlabankinn varað formenn stjórnarflokkana að ráðherra og embættismenn sérstaklega við í febrúarmánuði. Hann hafi hins vegar ekki haft úrræði til íhlutunar eftir að fjármálaeftirlitið fór frá bankanum og var sjálfstæð stofnun 1998. Seðlabankinn óskaði eindregið eftir og hræðist ekki að hlutur hans í aðdraganda bankahrunsins verði rannsakaður með hjálp færustu erlendra sérfræðinga. Verði niðurstaðan hins vegar sú að hann hafi brugðist, þarf engan bankastjóra að reka. Það minnst ekki þann sem hér stendur, hann fara á nokkrar tafar og á nokkura eftirmála. Davíð Oddsson. Og þingflokkur Samfylkingar var að ljúka fundi nú rétt fyrir fréttir eftir rúmlega 2 klukkustunda fund. Andri Ólafsson, fréttamaður okkar, er stattur niður á þingi, með nýjustu tíðindi er það ekki? Jú, þessi ræða hans Davíðs vakti að var hörð viðbrögð, það er óhætt að segja það, en þingflokkur Samfylkingarinnar fundaði tvisvar í dag málið sem verður að teljast að var óvenjulegt, en við náðum Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur þegar hún kom að fundum minnar að rétta á hann og við skulum kíkja á hvað hún sagði. Ætlið að gera kröfu núna? Sko, við vorum að ræða bara almennt stöðuna í efnahagsmálum og þau verkefni sem við stöndum andspænis núna þegar við fáum vonandi lánið frá IMF og mikilvægi þess að það sé traust og það sé samstaða á milli stjórnvalda og stjórnkerfisins og það er bara það sem við hljótum að leggja áherslu á núna. Það traust ekki til staðar í dag sem sagt? Það er ákveðin vanhöld á því ef svo má orðið komast. Hvernig förum við að því að endurreisa þetta traust? Það er auðvitað við stjórnmálamennirnir sem hljótum að bera ábyrgð á því að reyna að ná því fram. Þarf Davíð ekki að víkja? Sko, þetta snýst auðvitað ekkit einn mann. Þetta er miklu stærra mál heldur en svo og það getur aldrei staðið og falli bara með einu manni. Það eru margir á þeirri skoðun að það sé þannig. Sko, vandamál Davíðs Oddssonar er það að hann kemur úr stjórnmálunum og hann hefur verið mjög virkur þáttakandi í flestu því sem að gert hefur verið í íslensku samfélagi, hvort sem er í stjórnmálum eða efnahagsmálum og undanförnum 17 árum og náttúrulega tróði villsakir við mjög marga og það er auðvitað kannski vandamál í hnotskurn, ekki einstakar aðgerðir og mér fannst það vera ákveðin misskilningur í hans ræðu í morgun að það væri verið að ásaka hann fyrir einhverjar misgjörðir í starfi eða hafi ekki staðið sér í starfi. Vandamálið er trúverðurleiki. En það var talað þessa fundi þar sem að hann upplýsti ykkur vondastöðu bankana og á þessum fundum var til dæmis Björgvin G. Sigurðsson aldrei boðaður viðskiptaráðherra. Hvað var þetta fundur bara þá með seðlabankastjóra, þér, Árna Matthísen og Geir? Sko, ég gerir ráð fyrir því að seðlabankastjóri hafi óskað eftir þessum fundum og forsætisráðherra boðaði til þeirra sem yfirmaður og ráðherra efnahagsmála og yfirmaður seðlabankans, svo þú eru að spyrja forsætisráðherra hverju voru boðaðir og af hverju. En þetta fyrir að hefði átt að vera ekki og viðskiptaráðherra? Nei, það er ekkit endilega þannig því að við erum auðvitað formenn flokkana og það getur verið eðlilegt að seðlabankastjóri vilji gera formennu flokkana grein fyrir stöðun og við sátum 6 fundi þar sem við ræddum erfiða stöðu bankakerfisins og eins og ég hef sagt sem að var kannski aðalega af 2 ástæðum
Annars vegar að bankakerfið okkar var orðið allt of stórt fyrir íslenskt efnahagskerfi miðað við það að við erum með sjálfstæðan seðlabanka og sjálfstæða mynt og þetta er auðvitað eitthvað sem hefur að þróast á umliðnum árum og þar á meðal í tíð Davíðs Oddssonar sem forsætisráðherra og hitt sem við vorum að ræða og það var mikilvægi þess að byggja upp ákveðna varnir fyrir bankakerfið okkar og þar fékk Seðlabankinn það verkefni meðal annars að reyna að leita leiða meðal annars með lánum og öðru erlendis til að byggja hér upp öflugan gjaldeyrisvaraforða og því miður höfðu þeir ekki erindi sem erfiði af ástæðum sem ég ætlum svo sem ekki að vera að ræða um hér en þetta var það tvíþætta verkefni sem við ræddum og það sem að kannski Seðlabankastjóri undan. Og við klippum út til þessar viðtalið sem var tekið við Ingibjörgu Sólrúnu nú rétt fyrir 6:30. Meira af þessu því forsætisráðherra segir að til greina komi að sameina Seðlabankann og fjármálaeftirlitið og bráðlega verði skipað í rannsóknarnefnd vegna hruns bankanna þar sem allt verði undir. Sagan sýnir að æðstu embættismönnum hefur verið skipt út við sameiningu stofnana. Heimir Már Pétursson. Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að hann og einstakir ráðherrar hafi átt marga fundi með bankastjórn Seðlabankans, ýmist með aðalbankastjórunum einum eða fleirum allt þetta ár. Menn hafi almennt gert sér grein fyrir að bankarnir væru orðnir of stórir miðað við hagkerfið í heild sinni. Bankastjórar viðskiptabankana hafi einnig gert sér grein fyrir því. Davíð nefndi í sinni ræðu að fjármálaeftirlitið hafi verið skilið frá Seðlabankanum með lögum árið 1998 og þar með flest íhlutunartæki Seðlabankans skilin frá honum. Ég held að við ættum að huga því að breyta þessu aftur í fyrra horf og þá þarf að breyta lögum þessar stofnanir og reyna að sameina kraftana á þessum vettvangi þannig að þeir nýtist sem best. Án þess að ásaka neinn sýnir reynslan að sameinaðir kraftar nýtist betur. Meðal hans í ljósi þessara ræðu í morgun að þá sé það er mjög til umhugsunar að hverfa tilbaka í fyrra horf. Reynslan sýnir að sameining stofnana hefur oft verið notuð til að stokka upp í æðstu stöðum þeirra. Geir boðar einnig frumvarpum rannsóknarnefnd til að rannsaka bankahrunið með aðild erlendra aðila. Og í þeirri rannsókn er allt undir. Já, það hefur margt komið fram. Geir H. Haarde í dag. Stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins segir gagnrýni Davíðs Oddssonar á eftirlitið bæði óréttláta og óskynsamlega. Það hafi sinnt hlutverki sínu eins og lög kveði á Stjórnarformaður fjármálaeftirlitsins segir ekki rétt að eftirlitið hafi ekki staðið sig í að hvetja bankana til að skera starf sína niður eins og skilja megi á ræðu Davíðs. Seðlabanki og fjármálaeftirlit hafi bæði eftirlitshlutverk og hafi unnið náið saman. Hefði fjármálaeftirlitið til dæmis geta eins og það hefur heimildir tilsett menn inn í bankana til þess að ýta á eftir því að þeir minnkuðu efnahagsreikning sinn? Það er nú afdrifarík ákvörðun að taka og gat valdið því að þeirra viðskiptastöðu væri gjörspillt. Það er mjög viðurhluta mikið eins og reyndar Seðlabankastjórinn var að útskýra í sinni ræðu í morgun að það sem enn geta sagt í luktum herbergjum er kannski ekki heppilegt vegna þeirra verkefna og þeirra ábyrgðar sem þeir bera að segja opinberum vettvangi. En setti Seðlabankastjórarnir eða hann Davíð Oddsson fram einhverja viðvaranir við ykkur sem að þið slóuð skollaðir við? Alls ekki. Ég bendi á það að Seðlabankin á fulltrúa í 3 manna stjórn fjármálaeftirlitsins. Og frá því Jón tók við stjórnarformennsku í janúar segist hann ekki hafa heyrt neina slíka tillögu frá Seðlabankanum. Finnst þér þessi gagnrýni sem kemur fram í ræðu Davíðs í morgun, finnst þér hún ósanngjörn? Mér finnst hún afskaplega ósanngjörn og óskynsamleg. Þú hefur verið Seðlabankastjóri sjálfur, finnst þér hann tala út fyrir ramma síns embættis? Ég ætla ekki að hafa nein orð það önnur en þau að nú ríður á að endurheimta trúnaða traust og álit á íslenskum fjármálastofnunum. Þetta er ekki leiðin til þess. Jón Sigurðsson. Seðlabankinn hefði getað komið í veg fyrir útþenslu á Icesave og þar með hörðustu milliríkjadeilu Íslendingum áratugaskeið að mati háskólaprófessora sem segja Seðlabankann hafa umtalsverð völd til að hemja vöxt banka. Ummæli Davíðs megi skilja þann hátt að Seðlabankinn beri enga ábyrgð á fjármála og stöðugleika í landinu. Guðný Helga Herbertsdóttir. Fréttastofa leitaði í dag eftir áliti 3 prófessora við Háskóla Íslands á ummælum Davíðs Oddssonar. Það var ekki hægt að skilja þetta öðruvísi en hann liti svo á að Seðlabankinn bæri enga ábyrgð á fjármálastöðuleika á landinu. En því fyrir auðvitað fjarri, það er eitt af aðal hlutverkum Seðlabanka að tryggja fjármálastöðuleika og ef honum mistekst það, eins og raunin ber vitni að þá hefur honum mistekist eitt af sínum hlutverkum. Seðlabankinn og stjórnendur hans er ekki bara einhverjur álitsgjafar út í bæ.
Þetta stofnun sem hefur umtalsverð völd. Seðlabankinn getur til að mynda hækkað bindiskyldu eða lausafjárskyldu bankana og haft ýmis inngrip á gjaldeyrismörkuðum til að lækka gengi krónunar. Hefði Seðlabankinn geta með inngripi komið í veg fyrir Icesave málið? Hann hefði að minnsta kosti geta dregið mjög úr vandræðum vegna þess með aðgerðum sem hefðu dregið úr vexti bankana. Ef að lausafjárskildunni hefði verið beitt gagnvart innlánum í Bretlandi og í Hollandi, þá hefði Icesave vitleysan aldrei orðið sú sem hún varð. Þá gagnrýnir Gylfi Magnússon, dósent, harðlega það heilbrigðisvottorði á íslensku bönkunum sem Seðlabankinn gaf út í maí síðastliðnum. Ef að Seðlabankinn gerði það gegn betri vitund, þar að segja taldi að bankakerfið stæði á brauðfótum, að þá það mjög alvarlegt. Þá var Seðlabankinn vísvitandi að gefa út innstæðulaust heilbrigðisvottorð og það eitt og sér ætti nú að duga til þess að Seðlabankastjórnin þurfi að víkja.